En við förum bara að byrja fundinn og fyrir hönd Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi þá býð ég fundarmenn velkomin á þennan fund. Þetta sem sagt kynningafundur þar sem að Stefán Gíslason ætlar að kynna skýrslu sem að hann og hans fyrirtæki vann kolefnisspor Vesturlands árið 2024. Stefán hefur unnið svona skýrslu fyrir okkur áður. Hann vann skýrslu sem að kom út sennilega í árslok 2020 eða byrjun árs 2021 og okkur fannst áhugavert að við myndum fá Stefán til að fara aftur yfir stöðuna á Vesturlandi og hvernig kolefnissporið, hvernig við stöndum í dag. Þannig að það var tilgangurinn með þessu. Þannig ég held að Stefán, ég gef þér bara orðið og þú setur upp þína kynningu og eftir kynninguna þá veit ég að þú ert tilbúin til að svara fyrirspurnum þannig að við opnum fyrir umræður þegar þú ert búin að kynna. En Stefán, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Ég ætla að byrja því að finna glærurnar. Já. Þetta ætti að vera einhvern veginn svona. Sjáðu þetta núna? Já, þetta flott. Þetta allt saman eins og á að vera. En bara já, takk fyrir að búa til þessa fundar og komið öll sæl. Og sem til að byrja með þá ætla ég að segja að ég svo sem vann þetta alls ekki einn, heldur Birna Sigrún Hallsdóttir sem að líklega svona þegar við heildina litið mest í sérfræðingur Íslands í loftslagsmálum og í losunarbókhaldi sérstaklega. Við höfum unnið þetta saman og eins höfum við unnið sambærilegar skýrslur fyrir nokkra aðra landshluta, 4 aðra landshluta minni mig. Og eins og Páll sagði þá þetta svona annað skipti sem við tökum Vesturland fyrir. Við gerum það þarna við reiknum fyrir 2019 og núna aftur fyrir 2024. Og ég ætla ekki endilega að hafa hann inngang lengri, heldur bara að renna mér í þetta þannig að þetta taki ekki alltaf langa tíma og við höfum tíma í spjall í lokin. Þetta var að forsjá skýrslunni og innihaldið, þetta svona það bil það sem ég ætla að reyna að komast yfir, eitthvað verkefnið, hvað tekið með í snúðreikninga, hvað aðferðir eru notaðar, hvernig gagna aflað, hvað kom út úr þessu, hvar liggja tækifærin, eitthvað kolefnisjöfnun og síðan samanburður við 2019 sem verður reynda frekar þunnur því það mjög erfitt að bera saman svona útreikninga á milli ára sem ég útskýri betur eftir. Almennt verkefnið, já svona rétt til að breyta þetta þá setti ég myndir á þetta glæru sem tengjast umfjöllun efninu SWOS sem ekki neitt, en það þetta teknar á Vesturlandi og ef ykkur leiðist þá getið þið bara reynt að finna út hvar þær eru teknar. Heldur reyndar að þessi mun ekki þekkjast, en það hún að segja. Almennt verkefni í fyrsta lagi, hvað kolefnisspor? Hvað átt við með kolefnisspori? Það svona grófum dráttum verið að tala sem sagt losun gróðurhúsalofttegunda mælt í koldíoxíðgildum frá einhverri athöfn, einhverju fyrirtæki, einhverju vöru, einhverju landsvæði, einhverju sem sagt tiltekinni einingu. Og eins og komum fram þá þetta í annað skipti sem við reiknum þetta fyrir Vesturland og þetta einn af 5 landshlutum sem við höfum búin að taka fyrir. Við höfum búin að reikna líka eitthvað tíman fyrir Norðurland vestra, Norðurland eystra, Austurland og Suðurland. Og tilgangurinn í þessu tilviki náttúrulega fyrst og fremst að náttúrulega átta sig á stöðunni og líka að svona skapa grunn fyrir ákvarðanatöku sveitarfélaga hvað þau geta gert í loftslagsmálum. Það svona styður við starf sveitarfélaga. Þetta SSVAF í þeirri stöðu að geta þeim slíkt, ekki gripið til mikill aðgerða, en hins vegar SSVAF náttúrulega mikilvægur vettvangur sveitarfélaganna þar sem þau geta bæði komið saman og leitað upplýsinga og svona samræmt aðgerðir. Hvað telst með, þegar kolefnisspor sveitarfélag reiknað og við kemum að því eftir hvað aðferðafræði fylgt, að þá yfirleitt verið að reikna sem sagt losun gróðurhúsalofttegunda og bindingu náttúrulega líka í 5 flokkum. Það í fyrsta lagi í staðbundin orkunotkun og þá verið að tala bæði eldsneyti og raforku. Í svona öllu því sem ekki hreyfist eins og íbúðarhúsnæði, innfyrirtæki, landbúnaður, skógrækt, útgerð, fiskvinnsla. Það vísu hreyfist þar eitthvað eins og dráttarvélar og skip. En þetta fellur allt undir staðbundna orkunotkun. Í öðru lagi samgöngur sem þá fyrst og fremst eingöngu, samgöngur í fyrsta lagi á landi, öðru lagi á sjó og vötnum og í þriðja lagi lofti. Í þriðja lagi svo úrgangur, sem losun frá urðun,
brennslu, jarðgerð, endurvinnslu og líka losun frá fráveitum. Í fjórða lagi iðnaðarferlar og efnanotkun og þegar við erum að tala iðnaðarferla þá er að tala iðnað þar sem að beinlínis losna gróðurhúsalofttegundir í sjálfu ferlinu eins og gerist til dæmis í álverum og málmblönduverksmiðjum og efnanotkun þar sem við erum þá að tala notkun á efnum sem eru gróðurhúsalofttegundir eða valda loftslagsáhrifum eins og kælimiðlar, glaðloft eða hláturgas og fleira slíkt. Og í fimmta lagi svo landbúnað og landnotkun sem skiptist í þrennt. Það er fyrsta lagi losun frá búfé, öðru lagi losun og náttúrulega líka binding í landi og í þriðja lagi losun vegna garðyrkju, kölkunar og fleiri smálegu getur maður sagt. Þetta er þessi þættir sem horft til. Það eru skoðaðar allar þessar 7 lofttegundir sem að er gert ráð fyrir í loftslagssamningnum að falli undir þetta. Alltaf mest tala koldíoxíð en það er líka metan, glaðloft og síðan nokkrar aðrar lofttegundir sem að eru kannski ekki mikið notaðar en hafa mikil áhrif. Það er horft til allra losunar og bindingar sem á sér stað á svæðinu. Það sem kallað er losunarsvið 1 eða umfang 1 eða skóp 1. Það er horft á losun vegna framleiðslu og raforku sem notuð á svæðinu, kannski ekki mjög stór liður yfirleitt, en alltaf eitthvað. Og í þriðja lagi að vissu marki er horft á losun utan svæðis vegna þess sem verið að gera innan svæðisins. Og þá til dæmis við flutningstöp raforku sem að tengist náttúrulega losunarsviði 2 en er sem sagt losunarsviði 3, framleiðslan er 2, töpin eru 3 og meðhöndlun úrgangs af svæðinu utan svæðis. Þetta er sem sagt eitthvað losun sem verður ekki á svæðinu, hún verður vegna athafna á svæðinu. En svo er mjög margt fleira sem er raun og undanskilið eins og neyslutengt losun, eins og bara losun við framleiðslu á dótinu sem við kaupum frá Kína eða hvað sem það kemur. Hún er undanskilin. Þó að þessi vissulega losun sem verður vegna athafna á svæðinu. Einn ástæða fyrir því að hún er undanskilin er bara það mjög erfitt að ná utan hana. Hægt að vissu marki en mjög ónákvæmt. Og síðan eru þarna þættir sem ég ætla ekki að tala meira en er nefndir í skýrslunni. Það er gerð grein fyrir losun vegna framleiðslu og flutnings eldsneytis. Það sem kemur inn í bókhaldið er í raun og veru bara losun sem verður þegar eldsneytinu er brennt, en eitthvað staðar svona neðanmáls er getið losun sem verður við framleiðslu og flutning þessa sama eldsneytis. Því auðvitað það að við notum eldsneytið kallar á að það sé framleitt. Og já, þannig að það ger grein fyrir því og þetta er bara í samræmi við aðferðafræðina sem notuð sem ég er alveg að fara að tala um. Við erum að tala reikningsárið 2024 sem er bara eins og hvert annað bókhaldsár. Þetta er bara ekki fjárhagsbókhald, þetta er losunarbókhald og það er kannski ástæða til að ítreka það. Öll tækifæri sem að færa þetta er losunarbókhald, þetta er ekki loftslagsbókhald, þetta er ekki kolefnisbókhald. Loftslagsbókhald er væntanlega bókhald yfir það hvernig loftslagið er, hvernig hitastig hefur breyst á síðustu áratugum eða eitthvað slíkt. Kolefnisbókhald er sjálfsagt bókhald það hvað eitthvað inniheldur mikið af kolefni og hvernig kolefnisinnihald hefur breyst. Til dæmis inniheld ég sjálfur slata kolefni en það kemur hvergi við sögu. Þetta er losunarbókhald. Þessum hugtökum er ruglað óþægilega mikið saman í umræðinni. Allavega, þetta er semst losunarbókhald fyrir árið 2024. Það er miðað við mannfjölda 1.1.2025 á samhátt eins og gestir í fjárhagsbókhaldi. Og þess að skipti mjög miklu máli í þessu er að við styðjumst við eða förum eftir svokölluðum samfélagsleiðarvísi sem er í raun og veru bara svona prótókollur sem að er notaður alþjóðlega alls staðar þar sem verið er að reikna kolefnisspor borga eða sveitarfélaga og svæða og innan þessa samfélagsleiðarvísis eða þegar maður framkvæmir þessu útreikninga þá er hægt að taka fyrir misvítt svið og ég ætla ekki að fara neitt út í það en við hefum sem sagt notað afmörkun sem er kölluð Basic Plus. Það eru notaðir í þessum útreikningum tölur sem eru úr ástandsskýrslu Sameinuðu þjóðanna númer 5 eða AR5 yfir hlýnunarmátt lofttegunda. Það sem til dæmis metan hefur hlýnunarmáttin 28 sem eru 28 sinnum meiri hlýnunaráhrif heldur en koldíoxíð.
Við notum losunarstöðlu umhverfisstofnunar eða umhverfis- og orkustofnunar eins og heitir núna, ef að þeir eru annað borð til. Notum sömu aðferðafræði eins og hægt er, að því leyti sem hægt er, eins og gert er í landsskýrslu Íslands, sem sett í skilum Íslands til loftslagsvænu Sameinuðu þjóðanna. Sýrisreiknilíkanið, það er svo sem aukaatriði fyrir flesta en mikið atriði fyrir okkur Byrnu sem reiknum þetta. Það er bara svona ákveðin svona Excel, Excel fyrirbæri sem að hjálpar okkur við að setja allar þessar tölur saman. Og síðan notum við blandað tækni við gagnaöflun sem ég ætla aðeins að tala hérna meira. Það er nefnilega stærsta áskorun í svona útreikningum er að afla gagna. Og þar verður að nota mismunandi aðferðir og eitt af því mikilvægast er að fá upplýsingar eldsneytisnotkun eða ekkert endilega, hversu miklu eldsneyti brennt á svæðinu. Það er svo sem hvergi skráð þannig lagað. Þannig að mjög margt í því, sérstaklega það sem á við staðbundna notkun í húsnæði, notkun í iðnaði og svo framvegis, notkun í landbúnaði, það verðum við að reikna út frá landsbókhaldi. Og í mörgum tilvikum öðrum þurfum við líka að nota þessa nálgun, þar að segja við reiknum út losun Vesturlands út frá einhverju höfðatölureglu, bara hversu mörg prósent eru íbúar Vesturlands af íbúum Íslands. Þetta er ekki góð aðferð en oft hefur maður ekkert betra. Hún er ekki góð vegna þess að hún tekur náttúrulega eins og gefur að skilja ekki tillit til svæðisbundins breytileika. Og eins og hún ekki viðkvæm fyrir breytingu, þannig ef að væri gert einhver stór átak á Vesturlandi sem er ekki gert annar stað til að draga úr losun á einhverju sviði sem er reiknað á þennan hátt, að þá skilar það sér ekki vegna þess eftir sem áður er þetta bara reiknað út frá meðaltalinu. En eins og ég segi, stundum hefur maður ekkert betra. Við notum umhverfisupplýsingar stærstu fyrirtækjana sem er það fyrst og fremst bara Norðurál og Elkem, en það er svona, skapraunað okkur mikið í gegnum árin í svona útreikningum hversu fá fyrirtæki þurfa að gera grein fyrir notkun sinni á eldsneyti eða notkun sinni bara á auðlindum yfirleitt. Semst það voru bara þau fyrirtæki sem féllu undir reglugerð grænt bókhald, ef við getum kallað hana það, og henni var enda breytt í fyrra en ekki að útvíkku, þannig að það eru sárafá fyrirtæki sem það getur flett eitthvað upp á. Síðan til þess að fá upplýsingar eldsneytisnotkun í dráttarvélum og torffæritækjum notum við tölur samgöngustofu fjöldatækja. Þannig að það er svona ýmsar leiðir, eldsneytisnotkun í samgöngum til að fá eldsneytisnotkun, upplýsingar eldsneytisnotkun bifreiða, að þá er líka notar tölur frá samgöngustofu. Þeim fylgja, þær eru nákvæmar landsæðan á en þeim fylgir ýmis óvissa. Til þess að geta reiknað þá þurfum við að vita hvað eru til margir bílar af hverri tegund, hversu mikið þeim er ekið og hversu miklu er eyða hverjum sig per kílómetra. Þannig að þarna eru ýmsir óvissuþættir. Meðal annars það notum við upplýsingar úr Kóbert sem er eitthvað grískur gagnagrunnur ef ég man rétt. Birna kannski leiðrétti mig eftir ef ég er að bulla. Þar eru í Kóbert sem er grískur gagnagrunnur eru upplýsingar meðalagstur ökutækja á Íslandi. Það er hvergi annars staðar. En hvernig Kóbert veit þetta, ég veit það ekki. Þetta er að besta sem við höfum, síðan höfum við landsskýrslu Íslands til hliðsjónar. Raforkunótkun, það er svona frekar einfalt. Við fáum sölutölur frá Netorku sem heldur utan alla smásölu raforku á Íslandi. Þetta er mjög nákvæmt bókhald, skipt eftir póstnúmerum, en ekki skipt eftir tegundum notenda, sem hvort þetta er heimilisnotkun eða notkun í hinnum og þessum iðnaði. En við höfum reiknað þá sundurliðun á milli notendahópa eftir orkuspá. Reyndar skiptir hún ekki öllu máli því að heildarniðurstaðan er svo sama á því hvar rafmagnið er notað og svo enn og aftur höfum við stuðst við umhverfisupplýsingar stærstu fyrirtækjanna, sem sagt Elkem og Norðuráls. Úrgangstölur höfum við fengið frá verktökum og sveitarfélögum, það er svona þokkalega góðar tölur. Losun frá fráveitu höfum við svo reiknað út frá landsskýrslu Íslands, bara nota sömu aðferðafræði og þar er notuð. Og ef þið þekkið ekki þessa mynd þá er hún tekin í Bifugrótskili sem allir vita hvar er, það er allavega á Vesturlandi. Iðnaður, þar höfum við mjög góðar upplýsingar frá stærstu fyrirtækjanum, sem Elkem og Norðurál, þetta er frekar auðveldur pakki. Efnanotkun, talsvert flóknari. Þar þurfum við að vita hversu mikið af kælimiðlum er notað í farartækjum, eins og til dæmis í
í flutningabílum sem eru með gæli eða frystibúnað. Þar reiknum við eftir stærð flotans, kælimíla í skipum, reiknum það eftir eða hlutfalli við olíunotkun skipa og öðru leyti notum við landsskýrslu Íslands, þannig að við erum þá bara alltaf að reikna með einhverju landsmeðaltali. Búfé, tiltölulega góðar upplýsingar, fáum við úr mælabári landbúnaðarins, semst bara fjölda búfjár í mismunandi tegundum. Það eru svona viss vandamál þar eins og með fjölda ungviðis og eitthvað slíkt en það kunnum við að leysa nokkurn veginn. Notum forsendur landsskýrslu Íslands og reiknum áburðarnotkun miðað við hlutfall landbúnaðar á landsvísu sem við finnum einhvern veginn út. Hversu stórt hlutfall var landbúnaðar á Vesturlandi af landbúnaði á Íslandi. Landnotkun, þar reiðum við okkur á svokallaðan IGLUT gagnagrunn sem að Land og skógur vistar og hér og höfum fengið heilmikla aðstoð þaðan. Þetta er mjög flókið verkefni í raun og veru. Höfum mið af landsskýrslu Íslands notur sem aðferðafræði og þar notuð og eins náttúrulega byggjum bara í reynslu af vissu marki. En þetta er flókið verkefni meðal vegna þess að við höfum þennan IGLUT gagnagrunn, getum skipt honum eftir landshlutum og reyndar eftir eins mikið nákvæmni og við viljum. En hins vegar útreikningarnir sem að fara, eða niðurstöðurnar sem að Ísland skila frá sér byggja ekki á sömu flokkum. Þannig að það er mjög erfitt að komast þarna frá IGLUT og yfir í þær niðurstöður sem að þarf að skila af sér. En við bara gerum það eins vel og hægt og Land og skógur hefur aðstoðað okkur í því og eins og Snæbjörn Guðmundsson, jarðfræðingur, hjálpað okkur sem sérfræðingur í landupplýsingakerfum því að þetta snýst svolítið það líka. En þetta er semst bara eins og annað eins gott og það getur verið. Garðyrkja kölkun og fleiri ekki stór liður. Við miðum þar við að garðyrkja á Vesturlandi væri 6,5% af garðyrkja á landsvísu sem byggir á skýrsluaukningu fyrir nokkrum árum og annað miðum við hlutfall landbúnaðar á landsvísu sem ég nefndi áðan og þar reiknum við út frá losun frá búfé og einhverju fleiru til að finna út hversu stóran hluta Vesturland á í heildinni. Þá komum við niðurstöðunum. Þetta er náttúrulega bara einhverja tölur sem að ég ætla ekki að staldra lengi við vegna þess að þær segja svo sem engum neitt. Ég setti rauðan hring þarna utan eitthvað. Þetta eru svona stærstu tölurnar, heildarlosun 2.390.448 tonn koldíoxíð ígilda. Koldíoxíð ígildi þá búið að reikna alltaf lofttegundir yfir í koldíoxíð út frá hlýnunarmætti þeirra og síðan kemur þetta losun á hvern íbúa sem 134,6 tonn á ári eða á þessu ári. En þessar tölur segja fáum mikið, maður þarf að setja þér eitthvað samhengi. Stólparítið til hægri, þarna upp til hægri sýnir svolítið stærra hlutföllin, það sem sést strax hversu stór hluti iðnaðar og efnanotkun annars vegar og landbúnaðar og landnotkun hins vegar eru af heildinni, þannig að allt annað fellur svolítið í skuggan. Og þetta að vissu leyti sérkennandi mynstur fyrir Vesturland, einhverju leyti líkt á Austurland reyndar vegna þess hversu stóriðan á stóran vegur þungt í landshlutunum. Þetta er svo sem bara sömu tölur nema að þarna er þetta í töflu og stjörnurnar sýna bara stærstu liðina. Og hérna ef við hefum ekki komið í þessa sundlaug þá hún vestur í Dölum. Hér er þetta aðeins dregið saman, svona myndrænni hátt og hérna sést það aftur hversu afgerandi þessi tveir liðir annars vegar landnotkunin eða það sem kallað LULUCF í þessari umræðu, Land Use Changes and Forestry, sem landnotkun og breytingar á landnotkun. 55% af heildinni, stóriðan 35% og svo allt annað 10%. Samfélagslosun, það þetta dagstaglega losun frá því sem að fólk og fyrirtæki eru að gera í landshlutunum. Ef við skoðum þetta frá aðeins betur, skoðum þá samfélagslosunina sérstaklega, hún hefur svolítið sérstöðu náttúrulega. Og þarna er búið að skipta henni niður, þar vegur búfé og garðyrkja þyngst af samfélagslosuninni af þessum 10% sem að voru hérna næstu glæðar undan, samfélagslosunin 10%, skiptum henni niður þá eru búfé og garðyrkja á fleira tæp 26% þar af, síðan koma vegasamgöngur, rafmagn til stóriðju, það talsvert stór sneið,
rafmagn til stóriðju telst nefnilega ekki til stóriðju losunar. Það sem heitir losun frá stóriðju sem var hérna myndin undan, þessi 35%, það bara losun frá ferlunum sjálfum. Fyrst og fremst vegna þess að þar verið að nota kolefni til þess að taka súrefnisatóm frá málminum eða málmoxíðinu sem tekið inn og síðan losnar þetta sem koldíoxíð. Losun á stóriðju bara losun á ferlunum sjálfum, þannig að rafmagn til stóriðju fellur undir samfélagslosun og einn af stóru liðunum þar. Síðan útgerð og fiskiskip bara skipolía, urðun kemur þetta næst 4% af þessari samfélagslosun, eldsneytisnotkun í iðnaði, svona hinum og þessum, efnanotkun og svo eitthvað annað. Og svo þessar tölur hérna á töflu, þannig að þetta eru stóru liðirnir og þetta eru kannski þeir liðir sem að vissu leyti eru auðveldara að hafa áhrif á heldur en hinna, vissu er mjög auðvelt að hafa áhrif á losun vegna landnotkunar. Aðeins meira það hér. Það er nefnilega hægt að þetta alveg 3 aðskildir hlutir. Í fyrsta lagi losun frá stóriðju, þar mjög góð aðferðafræði og mikil nákvæmni vegna þess að þetta bara efnafræði, bara ef við framleiðir 1 tonn af þessum málmi þá losnaða svona mörg kíló af koldíoxíði eða svona mörg tonn. En þarna eru möguleika sveitarstjórn og almennings til að breyta takmarkaðir. Þetta eru bara fyrirtæki sem eru hluti af viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir, sem sagt ETS-kerfinu svo kallega. Og það sem fólk gera svona sísta dagsdaglega hefur ekkert áhrif á það, en fyrirtækin þurfa hins vegar að standa sig í því að lágmarka losun til að þurfi ekki að kaupa mikið af losunarheimildum. Samfélagslosun, aðferðafræðin þar almennt góð, svona með ýmsum fyrirvörum þó, og möguleikar sveitarstjórn og almennings til að áhrif eru góðir, það mörg tækifæri þar. Landnotkun, aðferðafræði og nákvæmni kannski svolítið takmörkuð. Þarna mjög mikill breytileiki og við erum að mínu mati mjög aftarlega á merinni sem samfélag bara í að rannsaka land. Við þyrftum að vita miklu meira um landið okkar, einkenni, mismunandi vistkerfi og allt það. En möguleikarnir til að draga úr losun eru góðir. Þannig að þetta svona aðeins til að útskýra bara þannig mikla mun sem á þessum 3 flokkum. Síðan svona undir lokin þá í skýrslunni þá reynt að draga fram stærstu tækifærin og stærsta tækifærið svona á nokkur sem vafa í raun og veru endurheimt votlendis. Vernda það votlendis sem fyrir og endurheimta það sem hefur verið framræst. Við settum skógrækt og landgræðslu í annað sæti, þar eru mikil tækifæri til bindingar. Loftslagsvænni vegasamgöngur í 3. sæti og endalok urðunar í 4. sæti. Af hverju endalok urðunar? Það vegna þess að stærstur hluti af losun vegna úrgangsmeðhöndlunar losun frá urðun. Þar losnar metan jafnt og þétt mörg ár eftir að úrgangur hefur verið grafinn. En aðrar aðferðir reiknast mjög léttar í þessu samhengi. Ef við myndum hætta bara á morgun að keyra blandan úrgang til urðunar í fíflottum og komum öllum í brennslu til orkuvinnslu, þá myndi þessi losun svona eins og þetta reikna í dag bara hverfa. Aðgerðaáætlun, það var það samið þegar við byrjum á þessu verkefni að við myndum setja fram einhverja aðgerðaáætlun. Myndin tekin við Heydalsá sem allir vita hvar hérna á Vesturlandi, en já, aðgerðaáætlun fyrir landshlutasamtök eins og SSVAF. Náttúrulega hlýtur að taka mið af því að SSVAF ekki stjórnvald. SSVAF getur ekki tekið ákvarðanir að breyta einhverjum hlutum, en hins vegar getur SSVAF tekið ákvarðanir að láta kanna eitt og annað, sent út tilmæli til sveitarfélaga, útvega þeim aðgang að upplýsingum, verið með einhverja fræðslu og svo framvegis. Og þetta sem sagt aðgerðaáætlun í mjög stuttu máli sem kemur fram í þessari skýrslu. Fyrsta aðgerð væri að kortleggja votlendi og framræst land, bara til að geta dregið fram hvað liggja tækifæri þar. Þá ætla fyrst og fremst verið að tala tækifæri bæði til að vernda það votlendi sem fyrir sem sumst væri gert náttúrulega í skipulagi með hverfisvernd og til þess að endurheimta framræst land sem ekki ræktað. Aðgerð númer 2, kortleggja land til skógræktar og landgræðslu. Þetta náttúrulega svona skipulagsmál, hvar hentar að fara í slík verkefni og hvar ekki.
Það er náttúrulega búið að vera talsvert í umræðum, til dæmis hvar hentar að vera með skógrækt. Við vitum alveg að skógrækt breytir landi og þar af leiðandi breytir búsvæðum lífvera, þar með talið fugla, sem orðið svolítið viðkvæmt mál, þar sem að vaðfuglum sérstaklega eða mófuglum almennt hefur flestum fækkað ár frá ári. Þannig að það að mörgu að hyggja. Í þriðja aðgerð hvatning til minni losun á vegasamgöngum, sem að náttúrulega snýst einhverju leyti bættar almenningssamgöngur á svo miklu leyti sem það raunhæft. Snýst líka bara aðra ferðamáta, svona innan bæjar allavega, snýst rafvæðingu samgangna og svo framvegis. Fjórða lagi hvatning endalok urðunar, fimmta lagi hvatning orkuskipti í höfnum, og þegar ég segi hvatning þá það fyrst og fremst að vera að tala það SSVAF geti hugsanlega haft frumkvæði að því að fara í eitthvað verkefni sem myndi ýta undir það að sveitarfélög fyndu leiðir til þess að láta til sín taka á þessum sviðum. Hvatning til orkuskipta, iðnar og verktakastarfsemi, þá verður að tala aðgerð eins og þá að sveitarfélög setji einhverja kröfur við skulum segja rafknúin tæki eða eitthvað annað inn í útboð, eitthvað slíkt, eða setji kröfur hámarkslosun, setji kröfur útreikning á kolefnisspori framkvæmdar, noti þess vegna innra kolefnisverð, sem sagt að verðleggja þessa losun og taka þar með tillit til hennar þegar verið að bera saman tilboð og svo framvegis. Sjöunda lagi hvatning úrbætur í fráveitumálum. Það er hægt að draga talsvert losun frá fráveitum með því að sleppa ekki út öllu þessu lífræna efni sem við erum að sleppa út og köfnunarefni. Og í áttunda lagi samstarfi fyrirtæki og loftslagsaðgerðir sem að SSVAF hefur vissuleyti eða vissan hátt staðið í, sem það er að kalla fyrirtæki saman og til samstarfs til að bara fá upp umræðu, benda á leiðir, aðstoða við þess vegna að sækja styrki í verkefni og svo framvegis. Þetta svona sú tegund aðgerða sem aðili eins og SSVAF getur hugsanlega farið í. Kolefnisjöfnun, skýrslan átti líka að fjalla kolefnisjöfnun. Það enn sem komið mjög erfitt viðfangsefni. Í fyrsta lagi þá náttúrulega kolefnisjöfnun eitthvað sem að kemur til greina að nota þegar allt annað hefur verið reynt. Það er að segja, fyrirtæki eða sveitarfélög eða hver sem það þarf alltaf að gera allt sem hægt að gera til þess að draga úr losun og síðan að huga því hvort það sé hægt að kolefnisjafna sem út af stendur. Það er að segja beita sig fyrir einhverjum verkefnum sem draga úr losun annars staðar sem að getur sjálfur þá fært sér til tekna. Vandamálið í þessu sem að snýra að öllum í raun og veru það að eins og kallaði valkvæði markaður óáreiðanlegur. Það eru alls konar einingar í boði sem standa að kaupa alls konar kolefniseiningar en svona eftir því sem árin hafa liðið og sérstaklega sem síðustu misserin að þá falla í raun og veru fleiri og fleiri af þessum verkefnum á prófinu. Það hafa verið gerðar ýmsar úttektir sem hafa leitt í ljós að loftslagsávinningur þessara verkefna iðulega stórlega ofmetin. Þess menn að fjármagna, ég veit ekki hvað, eitthvað skógræktarverkefni í Suður-Ameríku eða bara allt mögulegt. Rafvæðingu samgangna í Bangkok eða hvað það eða þá eitthvað innanlands, stór skógræktarverkefni og svo framvegis og allt getur þess vegna verið votta í bak og fyrir. En svo þegar lengra líður og farið að skoða árangurinn að þá hann kannski langt frá því að vera sá sem að hann var sagður verið í upphafi. Þannig að aðilar sem vilja fara þessa leið, sem þetta kolefnisjafna, geta lent í því að vera að kaupa eitthvað sem í raun og veru í því samhengi einskis virði. Að okkar mati, okkar byrjun, þá skortir skýrar leiðbeiningar frá stjórnvöldum, hvað af þessum einingum sem í boði á markaði verjandi að kaupa og nota til kolefnisjöfnunar og hvað ekki. Það kemur til greina að kaupa einingar og verkefnum CCS og CCU. Þetta allt mjög skemmtilega skammstafanir. Þetta sem annars vegar það sem heitir Carbon Capture and Storage og hins vegar Carbon Capture and Utilization. Þetta það verkefni þar sem verið að binda kolefni í bergi til dæmis eins og gert í Carbfix verkefninu og þar sem verið að fanga kolefni og vinna úr því eins og verið svona að tala meðal annars okkur undirtanga. Að kolefniseiningar sem gefnum út í svona verkefnum verða að teljast nokkuð áreiðanlegar alla jafna.
Eins kemur til greina að kaupa einingar og verkefni sem eru með vottun frá loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna og svo í sjálfu sér hægt að kaupa losunarheimildir úr ETS-kerfinu. Það eru ekki kolefniseiningar en svona í grófum dráttum getur hver sem keypt losunarheimildir og þar með í raun og veru tekið þær úr umferð og þar með þrengt að, við skulum segja stóriðinu, ekki á Íslandi, þetta bara í Evrópu í heild, af því þá verða bara færri einingar til skiptana. Þannig að það líklegt að kaupa losunarheimildum úr ETS-kerfinu leið í raun og veru til samdráttari losun til lengri tíma litið. Og svo náttúrulega eitt í þessu að sko, mörg þessara verkefna sem hafa kynnt sig sem verkefni sem framleiða kolefniseiningar eru kannski góð samfélagsverkefni þó að þeir uppir staðið þá sé ávinningurinn ekkit endilega sá eða svo tryggur að það sé verjandi að nota einingarnar til þess að kolefnisjafna eigin rekstur með. En þá bara stutt á milli, veist það kannski vel þess verið að styðja þessi verkefni, en þá það bara ekki kallað kolefnisjöfnun, það þá bara samfélagsverkefni, rétt eins og maður ákveður að styðja landsbjörg eða stígamót. Þannig að það mörg að hyggja þarna og við erum svona í einhverjum ólgusjó og þetta svolítið vilt vestur ennþá búið að vera í nokkur ár og hefur lítið lagast að mínum mati. Samanburður 2019 og þetta næstsíðasta glæran, eins og ég sagði í upphafi að þá ekki auðvelt að bera losun saman á milli tímabila. Það við sér gert þarna í þessari töflu og ég ætla ekkert að fara yfir hana, þetta allt svona tölur og svipuðu róli, sumt hærra og sumt lægra eins og gengur. En það ýmislegt sem kemur til þarna. Í fyrsta lagi þá eru gögnin sem við byggjum á mjög breytt frá því sem var 2019 og það sem kannski svona auðveldast að útskýra það að 2019 að þá gátum við reiknað eldsneytisnotkun út frá rauntölum. Það að segja þá fengum við upplýsingar frá fyrirbæri sem hét flutningsjöfnunarsjóður olíuvara þar sem við gátum fengið upplýsingar alla olíusölu á landinu skipt eftir póstnúmerum og gátum við að reikna út frá því. Svo aðferð hefur vissar takmarkanir, en núna sem sagt frá 2021 þessi sjóður ekki til og þessum tölum ekki lengur haldið saman eða þær eru allar leynilegar af því að þetta viðskiptahagsmunir og það þýðir ekki að ringja í olíufélögin og spyrja hvað settu þið mikla olíu á Vesturlandi í fyrra. Maður færi lítil svör við því. Þannig að í staðinn fyrir að byggja á raungögnum olíunotkun áætlum þetta út frá fjölda ökutækja aðalega, áætlum við út frá höfðatölu eins og ég nefndi áður. Og ég nefndi líka þessa vankanta sem fylgja því að reikna olíunotkun í samgöngum út frá fjölda ökutækja. Við þurfum að vita svo margt, við þurfum að vita fjölda ökutækja mismunandi tegund, hversu mikið þeim ekið og hversu miklu eldsneyti þau eyða. Og þetta getur náttúrulega verið talsvert breytilegt eftir landshlutum, en við erum til dæmis með bara þegar við erum að tala hversu mikið þeim ekið, við fáum bara einhverja tölu úr þessum gríska Kóbert-gagnagrunni sem segir okkur að fólksbílum bensínknúnum fólksbílum í Íslandi sé ekið 13.424 km á ári eða hvað nú ég man nú ekki töluna. Og við verðum bara að nota það fyrir alla bensínknúna fólksbíla á Vesturlandi og þetta náttúrulega mjög ónákvæm nálgun. En þetta bara besta sem við höfum, en þetta gerir það verkum. Það mjög erfitt að bera saman 2019 og 2024 af því að grunngögnin eru allt öðruvísi. Svo hafa líka orðið náttúrulega breytingar af aðferðum sem almennt eru notaðar í þessum útreikningum og stuðlum. Og þetta á við eiginlega allt nema stóriðjuna sem losun frá iðnaðarferlum, þar þetta alltaf eins bara. Þannig í raun og veru til þess að getum gert raunhæfan samanburð á því hvað hefur breyst síðan 2019, það þyrfti að endurreikna 2019 með aðferðunum, með 2024 aðferðum, sem að reikna eins og til dæmis þetta, eins og ég nefndi, olíunotkun út frá fjölda ökutækja eins og voru þá í staðinn fyrir að nota þessi tvö ólíku viðmið. Og sama gildir ansi margt annað, að það ekki hægt að bera þetta saman neinu viti nema að endurreikna aftur í tíman og það nákvæmlega það sem gert í losunarbókhaldi þjóða sem eru að skila af sér til loftslagssamningsins, að í hvert skipti sem að losunarbókhaldi gert upp fyrir tiltekið ár, þá það gert upp fyrir öll árin þar á undan líka með sömu aðferðum til að sé hægt að
sýna hvernig hefur miðað til þess að raun og veru leiðrétta fyrir breytingum sem verða á aðgengi að gögnum, leiðrétta fyrir breytingum sem verða á aðferðafræði, losunarstöðlum, hlýnunarmætti lofttegunda og svo framvegis. En þetta var síðasta glæran og ekkert eftir annað en að bara sýna ykkur hvítarbrúna og berjukott og bara takk fyrir og gangi ykkur vel og við nú bara reynum við að taka spjallið. Já, kærar þakki fyrir góða kynningu, Stefán, og ég alveg viss að það hafa vaknað ýmsar spurningar hjá þeim sem að sitja fundinn, þannig að ég ætlaði þá að opna fyrir fyrirspurnir til Stefáns og við skulum svona hafa þetta meira í fyrirspurnaformi til hans, þannig að hann geti þá svarað þeim spurningum sem koma fram. Þannig að orðið laust, gjörið þið svo vel, þið gefið bara merki og reisið, notið höndina. Þannig að nú opið fyrir fyrirspurnir. Já, Smári, gjörðu svo vel. Það bara svona til þess að koma þess eitthvað af stað. En núna hefur einmitt þessi umræða með þessan olíusjóð sem hefur gert utan gögnum. Hefur það eitthvað, við vorum nú eitthvað að reyna þetta tímabili fyrir norðan að virkja þetta aftur, en hefur ekkert gengið í þessu og engin vilji einu sinni eða? Góð stuttasverið ekki svo ég viti. Ég veit ekki hvort að Birna með einhverjar aðrar upplýsingar en nei, það bara, þetta allt saman leyndarmál bara eins og staðan í dag. Og hefur ekkert breytt, sko. Við erum bara með tölur frá 2020 og svo bara slökkt, sko. Já, já. Og olíufélögin ennþá jafn leiðileg með að gefa þessar upplýsingar og allt þetta eins og bara hefur ekkert Já, við reyndum það nú ekki í þetta skipti reyndar, en ég reyndi að síðast þetta 2 ár síðan, þá sendi ég ykkur bréf og ég fékk svar frá einu félagi þess efnis að það gæti hugsanlega mögulega láta mig fá þessar upplýsingar ef ég myndi undirrita trúnaryfirlýsingu. Ég myndi ekki nota þetta neitt, þannig að væri hægt að rekja þetta, sem alveg hægt að verða við. Kannski erfitt ef við erum með lítið sveitarfélag sem bara ein bensinstöð og hún bara rekin einu félagi, en fyrir heilan landshluta væri það ekki neitt mál. Og ég skrifaði undir einhverju trúnaryfirlýsingu og sendi þeim og síðan hefur ekki til þeirra spurst, þannig að þetta einhvern veginn kannski maður bara, nennum maður ekki að berjast í þessu, sko. Það við tökum það svolítið sem gefið að þessar upplýsingar fáist ekki vegna þess að í þessi 2-3 skipti sem við höfum reynt á hefum við komið algjörlega lokuðum dyrum. Takk fyrir þetta, Stefán, og takk fyrir fyrirspurnina, Smári. Ari Teitsson næstur. Ari, gjörðu svo vel. Ég vil nú byrja að þakka Stefáni fyrir fróðlegt erindi. Mér hugleikin land og notkunin því að bæði nú hún afskaplega stór liður í þessu öllu saman og svo hún svona, já eins og hún sett fram, hún svertir landbúnaðinn og ásýnd bænda. Nú liggur fyrir að það eru miklar efasemdir að þessi stöðlar sem að notaðir eru af IPCC séu það sem passar fyrir Ísland. Og ég vil taka það fram að ég ekki gagnrýna Stefán fyrir að reikna þessum styrði, hann hefur kannski ekki aðra forsendur, en ég held að það sé afskaplega brýnt að við aðeins veltum fyrir okkur hversu trúverðugir eru þessir landnotkunarstöðlar. Það liggur fyrir nokkuð að rannsóknum á losun frá framleiðslu landa á Íslandi sem benda allar til þess að losunin sé sára lítil eftir að ákveðnum aldri 40-50 árum náð. Það byggir meðal annars á því að það tiltölulega lítið kolefni í íslenskum mýrum, gjarnan 20-25% en ekki 50% eins og í viðmiðunarmýrunum, þessum sænsku og norsku sem að IPCC miðar við að norðlægum slóðum. Síðan erum við líka með eldfjallaösku í bland og hún bindur kolefni. Þannig að niðurstaðan í þeim rannsóknum sem gerður hafa verið hér sýna það að það losnar tiltölulega lítið, kannski 10%
10% af heildar þunga mýranna losnar og það þýðir að losunin miklu minni heldur en gert ráð fyrir og ég vil spyrja Stefán að því þegar hann talaði að þetta geti endað þannig að gefa hann í skýrslunni að mýrarnar síja alveg niður af skurðinum, þá passar það ekki við það að ef losnar ekki nema, ef hann sé ekki nema 10% vegna þess að hver kolefni eða takmarka hluti, þá sígur landið aldrei nema 10%, þannig að þessar losunartölur þeirra eru algjörlega út í hött fyrir íslenskar aðstæður. Síðan annað atriði sem líka mikilvægt, það mjög víðlendur úthagi á Vesturlandi og svona tölur sem eru nú svona skýrast á Íslandi, það benda til að það sé mjög veruleg kolefnisbinding á þessum árum í útjörn á Íslandi. Þetta mun ekki hafa verið reynt að sannfæra IPCC nema að þeir varða landgræðsla skógrækt, en langstæðstu tækifærin þau liggja í því að binda kolefni í útjörn. Og að mínum mati þá landbúnaður á Vesturlandi að binda kolefni en ekki losa. Og ég held að það væri mjög mikilvægt að við svona tækjum alvöru umræðu það hvort þetta sé tilfelli. Þetta svo stórt mál fyrir Vesturland að það skiptir alveg sköpum bæði fyrir landbúnaðinn og stóriðuna ef við getum sýnt fram á að við værum á allt öðrum stað en þessi skýrsla sýnir. En ég tek það alltaf fram að ég ekki að gera lítið úr að Stefán hafi rétt. Forsögnina eru bara ekki það sem ég raun eiga við á Vesturlandi í dag. Takk. Já, takk fyrir Ari. Stefán, viltu bregðast við? Já, takk fyrir þetta Ari. Náttúrulega eins og hefur komið fram og Ari náttúrulega tók alveg undir að þá höfum við ekkert annað í höndunum heldur en þær aðferðir sem almennt beitt, bæði náttúrulega í skilum Íslands til loftslagssamningsins og bara alþjóðlega. Það til nokkuð rannsóknum losar á land af Íslandi og þær sýna ekkert allar að sama, en allavega það sem að snýra okkur það að við getum ekki valið okkur rannsóknir. Við getum ekki annað en fylgt þessari meginlínu sem fylgt í skilum Íslands og þeirri línu sem fylgt á land og skógi sem ber ábyrgð á þessum landnotkunar hluta í landsbókhaldinu. Við getum ekki látið skoðanir okkar eða einhver annara það hvort þetta sé ofmat eða vanmat ráða neinu. Ef menn vilja einhvern veginn taka þessu umræðu hvort þetta sé ekki allt meira en vitlaust, sem getur vel verið að sé á annarkvorn veginn, þá eiginlega kannski fyrsti staðurinn til að taka það umræðu land og skógur. Eins og segi, við getum ekki valið okkur rannsóknir. Þetta svolítið eins og í svo mörgu öðru þar sem að maður verður að fylgja einhverju meðaltali, maður verður að fylgja því sem almennt fylgt. Það eru kannski til 100 rannsóknir og 5 sína einhverja mjög eindregna niðurstöðu og maður getur ekki endilega valið þær, heldur þarf maður að taka eitthvað meðaltal. Þannig að ég held að sé í raun og veru, það ekki hægt að fullyrða þessar losunartölur sé út í hött fyrir Ísland. Maður ekki forsendur til þess. Og þó það væri mjög mikil skekkja í þeim, þó að munað einhverjum 20% að þá væri losunar á land eftir sem áður eitt stærsti liðurinn. Ég ekki sammála því að þetta sé eitthvað að sverta landbúnaðinn. Þetta bara eitt af því sem þetta bara veruleiki sem búum við, hann kann að breytast. En það sem ég held að ef ég ætti að ráðleggja landbúnaðinn eitthvað, sem ef hann væri nú persóna, að þá væri raun og veru það fyrst og fremst að viðurkenna að það einhver losun, það mikil óvissa í því hvernig hún reiknuð, það eitthvað að þróast, en bara menn séu bara að vinna góða vinnu og semst í greininni og reyna að lágmarka þetta eins og hægt En svo náttúrulega atriði í þessu eins og til dæmis þetta með úttagan að við þurfum í þessu öllu saman að greina milli losunar af mannavöldum
og bindingar af mannavöldum og annarra losunar og bindingar. Sem losunarbókhald fjallar eingöngu losun af mannavöldum. Þannig ef við erum með einhvern úttaga sem að ekki, hvað við segjum, undir stjórn manna, þetta kannski þetta svona mói sem bara þarna og það getur vel verið að hann sé að binda svo mikið á hverju ári, en það bara alveg fyrir utan sviga, það ekki af mannavöldum og þess vegna það ekki tekið með. En eins og ég segi, þetta umræða sem auðvitað, menn eiga auðvitað að vera alltaf að taka, en eina sem við getum gert, það að fylgja þessari meginlínu. Við getum ekki valið okkur niðurstöður sem okkur hentar, eða ef okkur myndi henta eitthvað, reyndar verðum að nálgast þetta verkefni af það mikill auðmýkt að maður sé hlutlaus gagnvart því sem maður settir fram. Aðalmálið það, við höfum ekki neitt betra og getum ekki farið aðra leið heldur en aðrir fara. Það að fylgja þessum samfélagsprotokolli, það að fylgja þeim leiðbeiningum sem koma frá IPCC. Það að fylgja sömu aðferð og notuð í Landsbókhaldi Íslands. Allt þetta mun breytast með tíð og tíma og þá munum við náttúrulega breyta okkar aðferðum bara í samræmi við það. En sem eins og ég segi, takið endilega þessu umræðu ef að menn eru sannfærðir að það þurfi að meta losun frá land á Íslandi og bindingu í landi, allt sem gert takið það umræðu við Land og skóg, ekki blanda inn í það losun og bindingu sem ekki af mannavöldum. Og eitthvað mun gerast í framhaldinu, en það þýðir í raun og veru ekkert að berja hausnum við steini með það að þetta lítur svona út eins og með þeim aðferðum sem notaðar eru í dag. Það ekkert endilega skemmtilegt. Þannig það bara. Já, takk fyrir þetta, Stefán. Landbúnaðarháskólinn. Það hérna Heyrðu í mér? Já. Unnsteinn Snorri hérna megin. Mér langar aðeins til að koma inn á sem tengist aðeins þessari umræðum þessa landnotkun og í sjálfu sér ekki útreikningana. Þetta held ég þetta flókið ferli og við erum búin að læra mikið, við eigum eftir að læra mikið og þetta snýst aðgengi að gögnum og gæðin verða aldrei betri en gögnin eru. Eitt sem mér langar aðeins til að benda á eða allavega fá umræðum, það að sett fram í niðurstöðum, það landbúnaður og losun frá landi í LULUCF sett saman í einn hatt. Ég velti fyrir mig hvort að sé einhver þörf á þessu, má ekki bara landbúnaðurinn standa þarna eins og hann í þessum bókhaldsútreikningum sem sér liður, hann það í sumri framsetningarna á gögnunum en þarna í megin töflu þessu skeytt saman og þá verður upplifunin þannig eins og að landnotkunar losunin sé öll út af landbúnaði. Og hún það eflaust af stórum hluta, við vitum það, en við höfum ekki skiptinguna. Og meðan við höfum hann ekki, þá held ég sé bara ágætt að landnotkunin sé höfð til hliðar og þetta sé ekki sett fram með þessum hætti, því að það býr held ég aðeins svolítið til gekta mynd af landbúnaðinum hvað þetta varðar. En hins vegar þurfum við að fá skýrari gögn yfir það hvað af landi sem að losa á ábyrgð landbúnaðarins sem slíkt, en við eigum bara þá flokkun ekki til. En stór hluti af þessari losun sem verður frá landi kannski vegna landbúnaðarnotkunar fyrir tíma og hvar telst hún þá ef að landið í dag í eigu einhver sem ekkert undan landbúnað. Hvar á svo losun heima? Þetta ekki auðvelt að finna út og skipta þessu upp en meðan við getum ekki gert það, þá held ég ættum að setja þetta fram þannig að við séum ekki að blanda þessu saman. En klárlega það sem gert síðar í skýrslunni ekki með þeim hætti. En annars bara þakka ég fyrir góða kynningu og góða skýrslu og þetta gott að fá þessi gögn fram og fylgjast með stöðunni, þróuninni og reyna að skilja alla þræðina í þessu flókna samhengi. En þetta leiður okkur í þá átt. Takk fyrir. Já, takk fyrir Unnsteinn. Stefán, viltu bregðast við? Já, bara takk fyrir þetta, Unnsteinn. Þetta auðvitað þessi flokkun bara svo hún við bara í því eins og öðru fylgjum við sömu flokkun og gert í Landsbókhaldsinu og gert í leiðarvísinum eða semst í þessum protokolli sem við fylgjum. En svo þetta sundurlega svo sem í töflum, en svo kemur fram einhverju töflu sem með á hinum skjánum að þá landnotkun með 54,56% af heildarlosun og búfé með 2,59%.
Nei, þetta er svona undirstrikað en þetta fellur undir sama flokk bara í þessari bókhaldsaðferð þegar maður tekur yfirflokkana. En auðvitað bara mjög mikilvægt að halda þessu á lofti og líka þegar við erum að tala losun frá landi þá náttúrulega hún alls ekki, ef við tekjum bara framræst votlendi, hún alls ekki öll vegna landbúnaðar. Eitthvað af henni náttúrulega bara frá landi sem alls ekki landbúnaðarnotkun. Eitthvað af henni beinlínis bara vegna útþenslu þéttbýlis. Ég þarf ekki nema að líta út á gluggann til að sjá heilu byggðahverfin sem eru byggð á framræstu landi. Og svo líka náttúrulega einhverjir sem eiga jarðir sem eru alls ekki notað til landbúnaðar. Svo líka spurning hvað er landbúnaðar og hvað ekki landbúnaðar, eins og það væri áhugavert að finna út hversu mikið af framræstu landi notað til þess að beita blóðmerum á það, ef við vilja ræða það eitthvað, það landbúnaður. Þannig að ég tek undir það, landbúnaður og landnotkun á alls ekki öll heima undir yfirskriftinni landbúnaður, en þetta svona flokka bara í leiðbeiningunum. Já, takk fyrir Stefán. Er einhver sem vil bæta við spurningu? Það hefur engin hvað til. Já, Ari, gjörðu svo vel. Og aðeins kannski taka upp bort af það sem að Stefán nefndi blóðmerar. Það liggja fyrir rannsóknir sem að staðfesta það að hófleg beita á landi eykur kolefnisbindingu. Og það þýðir að ef að blóðmerum beitt á land, þá eykst kolefnisbinding landsins. Og þá komum við að þessu sem að Stefán sagði áðan, að úthaginn fellur ekki að hans mati undir kolefnisspor Vesturlands eða þennan skýrslu. Maður spyr sig hvort að það sé sanngjarnt að það sé tekin ætluð losun frá mýrum á Vesturlandi en úthaginn í kringum mýrarnar sem nú meira og minna nýttur af búfé og vitað að binda kolefni, að það ekki reiknað á móti. Mér finnst svona að vestlendingar geti ekki sett sig við svona framsetningu og þeir geti ekki sett sig við að því sé haldið fram að hver vestlendingur sé að losa 134,6 tonn af koltvíildi ef að raunin allt önnur. Og maður spyr sig hvort að það væri ekki bara verðugt verkefni fyrir vestlendinga að velta því fyrir sér hvernig getum við náð öllu landinu, öllum úthagunum undir það að vera að binda kolefni. Nóg að staðfesta beit á því? Þarf að vera með sérstaka skala fyrir hverja búfjártegund. Þannig ég held að þarna eigum við alveg geysilega möguleika að fá staðfestingu á því að Vesturland sé að binda og hinni möguleikarnir í því að merkja þessum augljósu rangfærslu varðandi losun frá landi sem að reyndar nú svo sem á góðri leið. En það ekki ásættanlegt að segja beinlínis í skýrslu vísindanefndar loftslagsmál frá síðasta ári að jafnvel þó að helming skekkja sé á reikningnum á losun frá framræstu votlendi, þá sé hann samt mikið og Stefán segir svolítið svipað núna, en eigum við að setja okkur við það að nota fulla tölur þegar menn eru farnir að ýja því að kannski séu að gera með helmingur eða eitthvað minna. Ég finnst að það sé óbáðlegt að setja fram skýrslu, birta í fjölmum, ég hlusta á í RÚV að vestlendingar væru að losa svo mikið. Þetta ekki boðlegt. Takk. Já, takk fyrir Ari. Ég sé að Unnsteinn hefur kvatt sér ljós aftur. Þannig að Stefán, við gefum Unnsteini orðið og svo þá myndir svo klára svo. Unnsteinn, gjörðu svo vel. Hér hópur manna í kringum mig. Ég með Svein Hallgrímsson, hann hefur beðið mig að biðja í morgun. Já.
Sveinn, gjörðu svo vel. Heyrðið ekki í honum? Takk fyrir. Ég byrja á því að þakka fyrir alla tölur og upplýsingar. Stefán, þú ert greinilega búinn að vinna mikið og lengi í þessu og þú veist líka að ég hef skrifað greinar þetta og verið ósáttur við sumt af því sem að þú hefur sett fram. Það var tvennt sem stakk mig sérstaklega í þeirri umfjöllun sem þú hafði núna. Það fyrsta lagi metan 28 sinnum meiri mengunarvaldur en koltvísýringur. Það nú eitthvað sem að ég held að væri ekki nema tífalt. En hvað það? Það breytir miklu. Ég náði því ekki hvort að Ari nefndi það að metan breytist jú á 10-20 árum eða 10-15 árum úr metan í koltvísýring, til að segja það svona á grófan hátt. Þannig að í raun og veru áttu ekki að reikna með metan sem mengunarvald, heldur bara þær tölur sem að gilda koltvísýring. En það sem að olli því að ég gerði borði hérna, ég nú aðeins svo gamall ætti ekki að vera að skipta mér af svona hlutum, en þú sagðir, þetta bara losunarbókhald. Endurtókst það, þetta bara losunarbókhald. Nú hefur þú reiknað út kolefnisbókhald fyrir kindakjött til dæmis og férst að hvert kíló af kindakjötti kostaði cirka 28 eitthvað koltvísýrings ígildi, ef man rétt. Ég hef gert athugasemdir við þetta og þá hef ég reiknað með plúsanum líka. Þú tekur enga plúsa. Þú tekur ekki með það sem að Ari minntist á áðan að eykur bindingu. Og þegar ég búinn að reikna alla bindingu vegna beitar og vegna lands, vegna þess að land sem að sauðfjárbændur beita, það í þeirra eign og þeir eiga þá kolefnisbindingu sem verður á því landi að mínu viti. Og þú þarft að gera dálítið mikið til þess að afsanna það, finnst mér. Þess vegna spyr ég þig, það virkilega þannig, þú hefur gefið út að hvert kíló losi af kindakjöti losi 28 eitthvað kíló af koltvísýrings ígildum. Þetta hafa ráðgjafar eins og verkfræðistofur, landlæknir og fleiri notað til þess að ráðleggja fólki að borða ekki kindakjött, dilkakjött. Mínu útreikningar sýna að kolefnisbinding í sauðfjárrækt cirka 25-30 kíló á hvert kíló dilkakjöts. Ef ég hef skilið rétt, þá fjalla þínir útreikningar bara losun. Þeir fjalla ekki það hvað binst mikið við sauðfjárrækt vegna beitar og fleira. Þetta virkilega þannig? Og ef þetta þannig, þá finnst mér að þú hafir að biðja sauðfjárbændur afsökunar. Því að það búið að nota þessa tölu, 28,6 eða hvað það var, til þess að ráðleggja mönnum að borða ekki dilkakjött. Og það mjög alvarlegur hlutur á mínu viti. Takk fyrir. Já, þakka þér fyrir Sveinn og Stefán. Þá færð þú loka orðin á þessum fundi. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, takk fyrir þetta. Fyrir það fyrsta þá nefndi Sveinn að ég tæki enga plúsa með í reikningin. Það bara rangt. Semst losunarbókhald tekur alltaf bæði til losunárbindingar. En eins og ég búinn að segja áður og reyndar nokkrum sinnum að þá náttúrulega höfum við ekkert annað til að styðjast við þetta en þá aðferðafræði sem almennt notuð. Það ekki hægt að fullyrða að þessi losun á landi sé stórlega ofreiknuð. Þetta bara svo aðferð sem nota á Íslandi. Hún getur átt eftir að breytast, þá breytist þetta.
En sem sagt losunarbókhald fjallar alltaf bæði losun og bindingu. Þetta bara kallað losunarbókhald en það útilokar alls ekki bindingu en svo sést náttúrulega í skýrslunni það líka fjallað bindingu í landi og náttúrulega ef að það væri einhvers annars þar líka. Þetta með bindingu í beittu landi, það til rannsóknir sem benda til bindingar, það líka til rannsóknir sem benda til að svo því ekki. Ef eins og ég sagði að við getum ekki valið okkur rannsóknir, við vorum bara að fylgja þeirri meginlínu og eitt sem var nefnt var þetta með metan sem hefur hlýnunarmáttinn 28. Það brotnar vissulega niður en þetta bara svo aðferð sem menn nota. Kannski ætti hlýnunarmátturinn vera meiri ef við horfum til skamms tíma því að hlýnunarmátturinn reiknaður út frá 100 ára tímabili minnir mig og metan brotnar svona niður á nokkrum árum eða helmingast og ég man ekki hvað 10-12 árum. En og aftur veist þetta bara þær aðferðir sem eru notaðar. Og svo get ég alveg endurtekið það sem ég sagði áðan að bókhald af þessu tagi, sem losunarbókhald, það snýst losun af mannavöldum. Þannig að við getum ekki tekið inn í það einhverja bindingu sem verður á náttúrulegum orsökum. Þetta bara bindingu sem verður vegna aðgerða manna. Og þetta með að Vestlendingar get ekki sett sig við þessa niðurstöðu, menn þurfa náttúrulega bara að lesa hana og hún bara eins rétt eins og forsendunar eru. Já, það þú ert frosinn Stefán í mynd og hljóði farið. Fundarmenn heyrið þið í Stefáni? Nei, Stefán, þú ert dottinn út. Stefán, það er vandamál með að heyra frá þér og þú ert frosinn á mynd. Ágætu fundarmenn, ég held að ef við höfum ekki betra samband við Stefán þá held ég að sé ekkert annað að gera heldur en að við bara einfaldlega klárum fundinn og já. Það er ég heyri ekki í Stefáni, ég veit ekki ég heyrist það sé sama staða hjá ykkur hinnum. Það heyrist ekki Stefán? Já, það heyrist ekki í mig segðu þau. Já, nú ertu komin aftur. Nú er komin aftur. Sko allan tíma var þetta eðlilegt eins og það leit út hjá mér. Ég sé alla og ég veit ekki hvað í gangi. En heyrið í mig núna? Já, nú heyrum við ágætlega í þér. Já, ég veit ekki alveg hvað ég heyrði mikið af því sem ég var að segja áðan. Þú dast út í svona 2-3 mínútur. Já, en sem sagt ég var að endurtaka það að sko losunarbókhald á kannski 2 atriði bara að losunarbókhald tekur bara, svo ég endurtaki það til losunar af mannavöldum en ekki annar losunar eða bindingar. Og svo hitt að því það kom fram að Vestlendingar gæti ekki sett sig við að væri svona mikið losun frá landi hjá þeim
Vestlendingar eru nákvæmlega sömu stöðu eins og fólk í öðrum landshlutum. Allir landshlutar þar sem að er mikið af framleiðslulandi eru með álíka tölur eins og Vesturland. Það til dæmis það kemur mjög skýrt fram á Suðurlandi, mjög skýrt fram á Norðurlandi vestra. Þannig að þetta er raun og veru bara það sem allir eru að fást við. Og eins og ég segi, þetta eru bara þær aðferðir sem notar í dag, kannski munu það breytast. Við getum ekki valið okkur hvort sem við erum að reikna þetta út fyrir sveitarfélagi eða fyrir lambakjöt, þá getum við ekki valið okkur rannsóknir sem að sýna niðurstöður sem okkur eru þóknanlegar, en eru okkur ekki neitt þóknanlegt. Í raun og veru vegna þess að þegar maður vinnur svona vinnu þá tekur maður ekki afstöðu, maður verður bara að nota það aðferðafræði sem maður er í boði. Þannig að þetta er ekkert sérstakt vandamál fyrir Vesturland frekar en bara aðra. Ef þetta er vandamál, ef aðferðafræðin er svo röng að hún er vandamál, þá þarf maður náttúrulega bara að setjast niður með réttum aðilum og reyna að sýna fram á að svo sé. Og eins og ég segi, það eru til ýmsar rannsóknir, þær sýna ekki allar að sama og við getum ekki valið okkur bara að þær rannsóknir sem henta. Eins og ég sagði áðan líka, þetta er ekki endilega skemmtilegt, en þetta er bara það sem blasir við okkur núna. Já, þá er komið að lokum þessara fundar. Við ætluðum að vera hér í klukkutíma og tala saman og ég sé að það er nú einhverjir sem hafa farið út af fundi núna upp úr 10, en ég ætla einfaldlega bara að nota tækifærið og þakka þér Stefán kærlega fyrir þitt erindi og þína framsögu og þátttöku í áhugaverðum umræðum. Ég þakka fundamönnum líka fyrir þátttöku í áhugaverðum umræðum þetta stóra mál sem er í raun og veru kolefnissporið. Og að þessu sögðu þá vildi ég bara láta vita af því að eins og Stefán kom inn á, þá er í skýrslunni aðgerðaráætlun. Við höfum verið að taka hana til okkar og skoða það og við munum setja af stað verkefni sem að byggja á þessum tillögum í samráði við sveitarfélögin á Vesturlandi. Það samtal er í gangi hvernig best sé að standa því. Þannig að kærar þakkir Stefán fyrir þeim þátt í þessum fundi og kærar þakkir fundarmenn. Ég segi hér með fundi slitið og þakka ykkur öllum kærlega fyrir.